Knattspyrnuvöllurinn á Akureyri hefur verið í umræðunni að undanförnu og ekki af góðu. Hann gjörsamlega ónótæfur sem fótboltavöllur nú í lok maí. En nú uppi hugmyndir að breyta þessu svæði og Þórhallur Jónsson, bæjarfulltrúi á Akureyri, ætlar að segja mér frá sínum hugmyndum. Nú stendur til að KA flytji sig af Akureyrarvelli og keppi sína leiki upp á sínu svæði. Það búið að gera áætlanir að byggja upp keppnisvöll á þeirra svæði og þar af leiðandi kemur þetta svæði til með að losna á næstu árum og ég tel bara rétt að við förum að huga að því hvernig við ætlum að nýta þetta svæði fyrir framtíðar uppbyggingu á Akureyri. Og það eru til ákveðnar hugmyndir sem var unnið 2007 til 2009. Fanney Haugs arkitekt kom að því á samt bæjarfulltrúum og fleiri. Það var skipunefnd hérna og ágætt vinna sem fór þar fram, sem að ég hef áhuga á að við kannski skoðum í bæjarstjórn á næsta ári. Ef ég kem því inn á fjárhagsáætlun að skoða með að hefja deiliskipulag fyrir Akureyrarvöll og sjá hvað við getum komið fyrir þar. Ég náttúrulega sé fyrir mér að nýta hluta af vellinum til þess að þetta eru dýrmætar lóðir, til þess að fjármagna ákveðna uppbyggingu hérna og við getum séð fyrir okkur svona kannski hugmynd af almenningsgarði, þar sem að við erum með svona fólkvang, þar sem að við getum verið með aðstöðu á sumrin, þar sem að eru bekkir og gróður og bara fíneri og við getum jafnvel haldið okkar 17. júní og útiskemmtanir, sparitónleikana, nýtt jafnvel stúkuna og brekkuna og búið til okkar eigin brekkusöng hérna. Við getum haft permanent svið hérna og síðan möguleiki á veturnar að breyta þessu í jólaþorp og þá að hafa sölu bása eða kofa og búa til svona jólastemmingu. Það sem sóknarfæri á þessu svæði líka gagnvart bílastæðum og annað, það svo auðvelt að hækka þetta upp um svona hálfa hæð hérna og setja bílastæði undir allt svæðið, sem myndi nýtast bæði þeim verslunum og þjónustu sem byggt hérna á svæðinu og eins gestum þegar það yrði margmenni á þessum fólkvangi. Þannig að þetta eru svona þær hugmyndir sem að ég hef og langar að koma í framkvæmd, eða langar að koma allavega í skipulag og við förum að ræða að því að skipulag tekur tíma. Við þurfum nokkur ár til þess að fullmóta þetta og við þurfum bara að vera kannski tilbúin eftir þessi 2-3 ár þegar að KA hættir að nýta Akureyrarvöll sem sinn keppnisvöll. Þar held ég að séu svona bara mjög stór tækifæri í uppbyggingu og þéttingu í miðbænum á Akureyri. Hvernig meturðu stöðuna? Stuðningur við þessa hugmynd? Mér heyrist að fólk sé alveg svona á því að nýta svæðið í uppbyggingu en auðvitað hafa menn mismunandi skoðanir. En ég náttúrulega kem til með að tala fyrir minni hugmynd og viðra hana við kollega mína. Við náttúrulega, ég ræð þess ekki þó ég sé formaður skipulagsráðs að þá hef ég bara ákveðnar hugmyndir og kem þeim náttúrulega á framfæri. En síðan þetta bara rætt og farið í þessa vinnu.